Útvarpsradikal. Skömmu eftir kosningarnar í ár þá tilkynnti Sóley Tómasdóttir, sem fyrrverandi borgarfulltrúi Reykjavíkur fyrir Vinstri græna, að hún væri að íhuga að stofna kvennalista til þess að taka þátt í næstu, veit ekki, alþingis eða sveitarstjórnarkosningum. En allavega, af hverju var hún að hugsa að stofna nýjan kvennalista? Jú, vegna þess að konum á alþingi eftir nýliðnar kosningar mun fækka 6 kvenþingmenn munu fara úr 30 niður í 24, sem eins og þið sjáið hérna, 9% minnkun. Ég meina, við verðum að fara að passa okkur maður, við erum svona nálægt í að konur fara að missa kosningarétt, sko. Þetta bara, geymum öll heilbrigðismál, geymum öll önnur samfélagsmál, vegakerfið og ferðamálin og öll spillingaskjölin sem að tengja stjórnmálamönnum okkar og böngurum. Geymum það allt, við þurfum að gera eitthvað til að koma fleiri konum á alþingi. Ok, kannski það var ekki alveg svo slæmt, en ok, tölum aðeins, við verðum að taka fram, það kom bara þessi eina grein þar sem að Sóley var að íhuga að stofna þennan nýja kvennalista, en svo ekki heyrst eitt meira það, en ég býst við að hún sé ekki að spá mjög sterklega í þessu. Þetta var meira bara eitthvað sem að hún meira svona orð sem hún lét falla, en skoðum aðeins, virkilega þörf á slíkum kvennalista? Allavega, Sóley heldur því fram að kosningarnar hafi verið mikill ósigur fyrir konur vegna þess að kvenþingmönnum fækkaði 6. Ok, ég verð að segja, hvers vegna eru færri konur á alþingi núna í komandi ríkisstjórn heldur en voru í stjórninni áður? Þetta náttúrulega bara uppröðunin eins og hún var. Ég meina, flokkarnir sína á milli kjósa hverjir taka efstu sætin og hverjir geta tekið þingmennsku sæti ef þeir fá nógu mikið fylgi, og það vildi bara svo til að hjá flestum flokkunum voru aðeins fleiri karlmenn, þannig að karla meirihlutinn stækkar aðeins. Og ég man eins og þegar seinustu tölur voru að koma úr norðvesturkjördæmi, það var svona mjög óvíst hvort allavega Eva Pandora eða einhver gæi úr, ég man allavega karlmaður úr Miðflokknum myndi ná einu sæti í því kjördæmi, og Eva Pandora rétt svo féll úr, þannig að einum kvenþingmannum færra og einhver karl úr Miðflokknum tók staðinn í staðinn. En eins og þegar þetta bara hvernig uppröðunin þetta ekki eitthvað samsæri það að halda konum niðri, og ég held reyndar ekki að það sé það sem að Sóley trúir að það sé eitthvað samsæris gegn konum, eða ég veit ekki. Náttúrulega hennar skoðun var augljóslega bara að auka virkni og þátttöku kvenna í alþingi. Allavega, það hefur ekki heyrst meira frá Sóley hvað þetta varðar, þannig að ég spáði eiginlega ekkert mikið meira í því, það kom bara þessi eina frétt, þannig ég ætlaði ekki einu sinni að tala það. En svo sá ég þessa grein hérna fyrir nokkrum dögum sem að Sif Ingimundadóttir skrifaði. Var það Sif Ingimundadóttir? Já, ég mismælti mig aðeins, hún heitir Sif Sigmarsdóttir og hún greinahöfundur hjá Pressunni, Vísi, einhverjum fjölmiðli. Allavega, hún líka rithöfundur sem við gefum út held í 4 unglingabækur sem heita meðal annars Ég ekki dramadrottning og Múrinn, eitthvað Freyjusaga Múrinn. Bækur sem ég hef ekki lesið, en allavega við endi höfundur sjálfur, þá ber ég strax virðingu fyrir þeim greinahöfundum sem ég kemst að eru líka rithöfundar, en allavega hún skrifaði hérna grein þetta sama málefni sem ég ætla aðeins að tala núna. Hún skrifar hérna á vísi.is þann 4. nóvember, já, ég veit, ég algjör slowpoke, sorry, ég var busy helgina að reyna að skjóta rjúpur, allavega. Aldrei aftur viðlíka vanvirðing. Engum dylst að niðurstaða alþingiskosningana síðustu helgi var ósigur fyrir konur. Já, 6 þingsæta ósigur, allavega. Konum á alþingi fækkaði úr 30 í 24, basically það sem ég var að segja. Hverfandi stólafjöldi í þingsal var þó langt frá því að vera stærsti ósigur kvenna í kosningunum. Aftur, já, hérna ég sammála henni að því að þetta ekki það margir stólar, þetta ekki það stór ósigur, en núna talar það, en höldum áfram. Hvers vegna var boðað til kosninga
Strax við upphaf kosningabaráttunnar virtust allir búnir að gleyma því. Frambjóðendur flokkana minntust ekki einu orði á fílinn í stofunni og fjölmiðlar tipluðu á tánum kringum hann eins og léttstígir listdansarar. Það segir, þú ert fjölmiðill, það ekki? Æ, kannski talaði hún meira þetta, ég veit það ekki. Allavega. Á sama tíma og spilaborg kynferðisafbrotamanna heim allan hrundi konur upplýstu áreiti og ofbeldi sem þær höfðu mátt þola og afhjúpuðu vandamál útbreiddara en nokkurn óraði fyrir undir formerkjum #MeToo þögðu íslenski stjórnmálamenn þunnu hljóði. Þeir töluðu skatta, banka, jarðgöng og virkjanir, rétt eins og allt væri með felldu. Ekkert hefði þó getað verið víðs fjarri. Eftir kosningarnar kom til tals að stofna nýjan kvennalista. Rætt var við nokkrar forgöngu konur hins upphaflega kvennalista í Morgunblaðinu málið. Sitt sýndist hverri. Það augljóst eftir þessar kosningar og úrslit þeirra að konur verða að fara að hugsa sér til hreyfings, sagði Sigríður Dúna Kristmundsdóttir. Guðrún Ögmundadóttir var á öðru máli. Ég sé ekki alveg að það sé þörf fyrir kvennaframboð akkúrat núna. Einbeittur brotavilji. Hvers vegna féll ríkisstjórnin? Hvers vegna var verið að kjósa? Jú, það var kosið vegna þess að stjórnvöld mættu fórnarlömbum kynferðisofbeldis sem leituðu til þeirra eftir upplýsingum með valdhroka, ekki valdníðslu og glórulausri mannvonsku. Í stað þess að veita þeim svör var reynt að þagga niður í þeim. Stærsti ósigur kvenna í kosningunum voru ekki þau 6 þingsæti kvenna sem töpuðust. Þótt tölfræðin breytist, þótt konum fjölgi á þingi, þótt konur verði forsætisráðherrar, hefur það ekkert að segja ef hugarfarið breytist ekki. Stærsti ósigurinn í nýliðnum kosningum var viðhorf framboðanna til kvenna. Allavega, Sif bendir hérna á, eins og rétt að þetta snúist ekki þessa prósentulækkun á konum á Alþingi. Ég meina, miðað við hvernig stjórnmálaástandið eru líklegt að við kjósum áður en næstu 4 ár eru liðin og þá gæti bæst við fleiri konur og hlutfallið farið aftur upp, þannig að þetta gæti bara verið, þetta er náttúrulega svona kurva, þetta fer alltaf upp og niður og náttúrulega hlutfall kvenna á Alþingi að fara niður frá held ég hæsta hlutfalli sem við nokkuð sem verið á Alþingi, úr 47%. En síðan byrjum við að tala það hvað var það sem fellt í ríkisstjórnina og þá ráðum við uppreisnar ærumálin og svo náttúrulega á sama tíma kosningarnar voru þá var þessi #MeToo umræða í að láta allt kollkeyra á netmiðlum heimsins. En ég samt ósammála henni hérna, hún segir að þetta hefði verið ástæða kosningarna. Ég meina, þetta með uppreisn æru, það var dropinn sem fyllti mælinn og sprengti stjórnina, en þessi stjórn stóð mjög illa frá upphafi og eins og ég segi, þetta bara kornið sem fyllti mælinn. Hún hefði fallið fyrr eða síðar. Hún hefði kannski fallið mánuði síðar hvort sem bara út af Glitnisskjölunum. Þannig að ástæðan fyrir því að kannski var talað svona lítið eða ekkert uppreisn æru og kynferðisofbeldi í kosningunum að mínum mati tvenns konar. Í fyrsta lagi, það meðal flestra flokka nokkuð mikið samþykki að breyta lögum uppreisn æru. Ég meina, Bjarni Benediktsson og hans fólk í Sjálfstæðisflokknum sátu í nefnd sem var að endurskoða lögin og jafnvel að íhuga að afnema þau með öllu. Eða allavega að hafa þau skýrari og svo framvegis. En hvað sem því líður, já, sjálfstæðismenn voru að íhuga að breyta lögunum sjálfir. Þetta ekki eitthvað sem þeir voru að fela. Það sem sprengdi stjórnina var síðan að það sem seinna kom í ljós var að faðir Bjarna Benediktssonar hafði sjálfur verið meðmælandi á svona uppreisn æru meðmælendablaði eða hvað það heitir og þegar hann hélt í leyndu fyrir þjóðinni þá leit Björn framtíð á það sem trúnaðarbrest. En það breytir ekki því að það var vilji fyrir því að endurskoða þessi lög jafnvel fyrir kosningar og meir og minna flestir flokkar eru kannski með
ólíkar aðferðir í huga, en það eru ekki margir flokkar eða stjórnmálamenn þarna úti sem eru eitthvað bara kynferðisofbeldi, það er ekkert vandamál, við erum ekkert að gera í því, snúum okkur á stórum málunum. Það er nokkuð mikið samþykki fyrir því að, já, berjast gegn kynferðisofbeldi. Ég meina sama hversu hægri, vinstri sinnaður þú ert eða hvar sem þú ert á pólitíska spektruminu, það er ekki mjög margir sem er eitthvað mjög sáttir ef að, hvort þú ert kona eða kall, eða að kærasta þín eiginkona, systir, dóttir eða eitthvað verður fyrir kynferðisofbeldi. Það er ekki mjög margir sem að halda það sé eitthvað ómikilvægt sem að þarf ekki að díla við. En af hverju var svona lítið þá talað um þetta í kosningunum? Kannski að því að langflestir íslenskir kjósendur vakna á morgnana þá hugsa þeir hvort að þeir eigi nægan pening til þess að geta keypt jólagjafir handa börnunum sínum, eða þeir hugsa af hverju enginn sé að laga vegina í sveitarfélaginu sínu, þeir hugsa framtíð flugvallarins í Reykjavík, þeir hugsa alla okkar spilltu stjórnmálamenn og þeirra vafasömu tengsl við fjármálastofnanir, þeir hugsa mjög margt áður en þeir hugsa sem sagt, kynferðisofbeldi eða réttindastöðu kvenna. Ekki að þetta eru ómikilvæg málefni, heldur vegna þess að það er svo margt annað sem að þarf að laga, það hittir alltaf svona aðeins í aftursætinu og það er ekki það, og maður hefur ekki það miklar áhyggjur af því að hvaða flokkur er í ríkisstjórn að þeir geti ekki tekist á það. Maður hefur áhyggjur af því ef að þessi tiltekni flokkur kemst á þing að þeir verði geðveikt spilltir, eða þessi flokkur komist á þing og þeir hækki skattana geðveikt mikið. Þetta er það sem heldur vöku fyrir íslenskum kjósendum á næturna, en ekki það hversu margar konur eru á Alþingi. Svo er að mínu mati ekki hægt að véfengja það að umræðan kynferðisofbeldi er alltaf að verða opnari, hún er alltaf að aukast. Að skuggahlýðna því að maður áttar sig á því hversu miklu algengara kynferðisofbeldi er versus það sem maður hélt. Af því að því meiri er fólk sem opnar sig, bæði konur og karlar sem opna sig og segja frá því sem þeir lent í, þá áttar maður sig á því að stór hluti af því fólki sem maður þekkir alls þar í kringum mann hefur einhvern orðið fyrir kynferðisofbeldi og maður áttar sig á því hversu algengara það er. En líka að því að umræðin er alltaf að verða opnari, þá eru líka úrræðin alltaf að verða fjölbreyttari og samfélagið er leið að alltaf að verða betra og betra í að takast á við þessar hluti þegar þeir koma upp. Þetta kannski helst ekki alveg í hendur, kannski fer umræðan aðeins hraðar en hversu hratt samfélagið og stjórnmál geta brugðist við svona krísum, en að mínu mati þá er þetta allt í farvegi, það er kannski ekki gert nóg fyrir fórnarlömb kynferðisofbeldis, kannski er umræðan ekki ennþá orðin nógu útbreitt, veit ekki hvað það er sem þú vilt kalla það, en meira þarf að gera svo sannarlega, en það er ekki hægt að segja, finnst mér, að það sé verið að þagga eitthvað niður eða gera lítið úr þessu, þetta bara tekur allt tíma. Við erum ekki að tala það, þetta er ekki eitthvað svona málefni þar sem að hægt er að skrifa undir ein lög og það bara, puff, núna minnkar kynferðisofbeldi 50%. Það er ekki þannig, þetta er samfélagsleg breyting sem að tekur náttúrulega, og ég meina þetta er ekki eitthvað sem byrjaði í gær, það að reyna að vinna úr þessum málum á sér ára eða áratuga langa sögu og baráttusögu, og þetta er einfaldlega ekki búið. Við erum kannski bara í miðjunni af þessari baráttu, kannski er þetta endalaus barátta, rétt eins og stéttarbarátta, kannski er þetta eitthvað sem að bara mun þróast í gegnum aldirnar, rétt eins og samfélagið þróast með því, og við þurfum bara að takast á við nýjar hindranir í þessari baráttu eins og þær komast upp. Allavega, það er það sem ég hef málið að segja.